Góðan daginn og velkomin í þátt númer 120 hér á YouTube-rásinu minni. Ég heiti Helga og ég er handhafinn Óð. Í dag er mánudagurinn 20. september 2021 og það er náttúrulega kaffi í höndina. Ég held að þetta sé þriðji bollinn, en það er alltaf, það er enginn að telja. Nú í dag er það klárverk í vinnslu, hvar á döfunni og svona töskur, snákar, gjöf, afmæli. Og já, bara þetta hefðbundna. Nú mig er að finna á Ravelry og Instagram undir Helga A71 og svo síðan mín á Facebook, verkefnatöskur Helgu _ sokkasnákar Helgu. Og bara best að rumpa því af. Það er ennþá smottri eftir inn á síðunni, bæði af snákum og töskum. Þó heldur betur farið að saxast á tösku úrvalið og svona ekkert alveg ennþá í deiglunni að fara að gera meira í bili. Erum að klára húsið. Það er þá áttur að fara eina umferð á 3 hliðar. 2 á síðustu hliðina sem er ennþá verið að klára múra, en húsið er orðið vatnselt. Skál fyrir því. Og svo ætlar að klæða með smá timbri risin, gaflana hjá okkur 3 sem eru á íbúðinni í risinu. Þannig að mig langaði rosalega til þess að þetta er tilbúið fyrir afmælið mitt og það vonandi stenst. Það eru 2 vikur. En klárinn, mig vantaði eitthvað svona til þess að gera samhliða leyniverkefninu fyrir Steven og mig langaði að vinna með bara gatnið sem ég á hérna heima og gera eitthvað svona, eitthvað öðruvísi til þess að svona kveikja áhugann og ég ákvað að prófa að gera þessa eftir að Telmu Steimann sem að hannar á fullu og er að lita gatn og halda námskeið í Kóngsins Kaupin held ég. Og þessi peysa heitir 100-521. Og það var mjög gaman að gera hana og hún var mjög fljótgerð af því hún er gerð á 6 mm prjóna. Og ég notaði Alaska frá Drops, ég átti slett af því. Og svo handlita gatn, bara svona sem ég átti í korfunni hér og þar að nýta. Og það eru vasar á henni og hún er, ég ætla aðeins að halla ykkur. Svona. Hún er sem sagt styttri að aftan heldur en að framan. Þannig að hún er svona skemmtilega öðruvísi og bara kósí. Það er næs að, þú veist, stundum þegar maður sest þá og peysurnar eru svona síðar að aftan allan hringinn og þá er þetta alltaf að þvælst fyrir aftan á manni en það er ekki í þessari flík. Og hún fór alveg kíló, 1 kíló og 17 grömm í hana, minni mig. Og ég var náttúrulega alls ekki að nota uppgefið gatnið en eitt þannig að ég get ekkert sagt, þú veist, það er ekkert að marka hvaða stærð ég prjónaði eða neitt þannig. En eina sem ég hefði viljað gera var að hafa ermarnar aðeins meira lús en þú veist, séð þetta tókna svo hrætt að það verður bara komið á no time sko. Svo getur vel verið líka bara að þetta breytist í gjöf eða eitthvað og það er hún er ekki alveg 100% tilbúin af því það er 1 hnappagat hjá mér og maður svona ræður svolítið hvar maður setur töluna. Hún þarf ekkert endilega að fara á hinum megin á móti, heldur bara þar sem maður fílar lokunina. Þar sem hún kemur að mestu gagni fyrir mig. Og þetta voru bara svona típiskir eftir á ísettir vasar og ég lék mig bara svolítið, þú veist, ég fór alveg eftir
munstrinu í þessu, en svo fór ég ekkert eftir uppgefni hvað ég ætti að nota í vasana. Ég var bara að nýta eins og ég gat. Og ég held að það hafi verið bara svona kannski 50 cm eftir til dæmis af gráum úr einni hespunni. Ég kláraði bara, ég held ég hafi tekið, ég held að þessi gráa sé ennþá alveg full, sem bara gekk af. Og svo kannski meter sem ég tók af þessari bláu, annars þetta allt þá full kláraðar hespur. Þetta þennan lit gerði ég og þetta DK grófleggja gatni og ég hélt í tvöfalt á móti einföldu Alaskan og líka þetta DK Hedgehog Fibers, hélt því líka þá tvöfalt og svo var smá rönd af einhverju öðru handlituðu gatni, þessu sem að því ég varð uppiskroppa með Hedgehog Fiber litin, þá fann ég bara eitthvað svona svipað, notaði eitt þráð af Hedgehog Fibers og svo þetta og ég veit ekkert, það svona aðeins öðruvísi blær á því. Ég man ekkert hvaðan það kom eða neitt, en ég bara, þetta gekk alveg upp. Þannig að þetta verður svona ekki kósí peysa, annarkort fyrir mig eða eitthvað annan, það kemur bara í ljós. Nú, svo eins og ég sagði okkur síðast, þá ég að prjóna fyrir Stephen, eitthvað sem að ég get ekkert sýnt ykkur eins og Og meðan ég var að bíða eftir uppfæslu þá var ég að djöflast í þessari peysu. Og ég varði eiginlega að djöfla svolítið áfram í hérna því það eru mörg. Þú veist, á einu tímapunkti var ég með 3 A4 blöð hlið við hlið á borðinu meðan ég var að gera munstri í þessu. Þetta allt svona intarsia aðferð þar sem hún skilur annan einn hnykkilinn eftir og tekur upp nýjan og heldur áfram að prjóna frá því og maður þurfti að passa upp á þetta var að vefjast rétt saman svona og þetta var svolítið plássfrekt prjón í stofunni þannig að ég svona eiginlega svolítið rumpaði þessu af og þegar ég var búin með það þá var ég ennþá að bíða eftir að kemur eitthvað frá mínum manni en hann bara mjög rólegur í tíðinni og maður rekur ekkert á eftir meisturum. Ekki mikið allavega. Þannig að ég, Mína Philip, eða Knitting Expert sem að ég í, hef bara fylgst með frá því að hún setti út sem fyrsta podcast þátt í Dubai. Og þegar ég var að uppgöta þessi prjóna podcast, þá varð hún fljótt svona mín uppáhalds podcastari og ég hef svona alltaf, haldið tryggð mína við það podcast. Ég horfði reyndar ekki á ekki svona hún gerir líka svona ferðablogg og svoleiðis. Ég er ekki mikið þar en mér finnst rosalega gaman að fylgjast með henni og hún orðin bara alveg risa prjónahönnur og ég hef á og til hent mér í pröfuprjón fyrir hana og það var alveg svolítið langt síðan síðast og hún kom, svo var ég að horfa á podcast og þar sýndi hún sjal sem að mér fannst alveg rosalega spennandi. Það var að tala sjal og ég var búin að þegar hún fyrir veit ekki hvort það var þessu ári eða síðasta þá svona uppfærði hún pröfuprjónara formatið hjá sér og ég skráði mig ekkert aftur inn á það en svo heyrði ég hann að vera að tala þetta sjal og mér fannst það svo spennandi að ég skráði mig hjá henni og fékk að pröfuprjóna þetta sjal og hún með alveg 400 manns á pröfuprjónslista hjá sér en við vinnum rosalega vel saman, erum báðar snöggar að þessu og bara, já, ekkert bullshit. Þannig að hún, og ég var alveg bara að hugsa, hún ekki að fara að velja mig aftur, það var svo langt sem ég búist til að gera eitthvað og hún er örugglega búin að gleyma mér og neini, það var bara endilega verður með. Þannig að ég hendi mér í þetta verkefni
Og það var bara svo ógeðslega gaman að ég bara búið með það. Fekk þetta á mánudaginn var og kláraði það í gær og þvoði og þurrkaði í nótt. En í þetta notaði ég hespur sem að ég hafði litað í annað verkefni sem að Striped Asian sem að ég gerði fyrir svilkonu mína. Ég litaði eins og orginali var, það var grár og gulur og ég man ekki hvernig móheyri var, en það var allavega grátt og gult og bleikt, já. Þannig að ég fór í svona aðeins skærara, en hún valdi það ekki sem var alltaf, hún hafði, ég held ég að gefa henni valkost upp á einhverju 11 samsetningum. Og þannig að ég átti 2 hespur af gráum og 2 gulum og svo hafði ég litað 2 líka hespur af svona pínu spekluðum, aprikósu, laxableikum, alls konar. Og ég hugsa að ég nota þetta af því að þetta þannig uppsett hjá henni eins og svo margar af hennar nýrri uppskriftum að hún lætur þið fá svona upplýsingablað þar sem að það kemur fram svona sirka hvernig þú getur breytt grófleikanum á garninu og hvað þú þarft að hafa í huga þá og prjónastærð og allt þetta. Og hún gerði sitt úr, held ég, worsted, sport. Og hún hélt því 2-falt. En svo gefið upp fyrir, þú veist, gefur hún þér input fyrir ef þú vilt hafa grófara, fínna eða whatever. Og ég ákvaða og tek það fram þegar ég að sækja að fá að prjóna þetta, ég muni að öllu líkindum gera þetta úr fingring grófleika og halda því þá 2-földu. Og á 5 mm prjóna. Nú ég eftir að mæla prjónafestuna eftir ég þvoði það. Ég ger það eftir áður en ég sendi inn upplýsingarnar. En þetta verður eitt lít djúsi sjal. Og þetta svona bæði, þú veist, áferðarbreyting og marling að blanda litunum. Og þetta var svona, þetta gekk ótrúlega hratt. Náttúrulega 2-falt fingring, 5 mm prjónar og þetta tók mig tæpa viku. Og þetta eru, 532 grömm stendur hérna. Mér er ekkert kalt, kíló af peysu og með hálft kíló hálsinn. Þannig að ég var líka svo ánægð að ná þessum hespum í gagni að því að gráa og gula með kasmír. Þannig að það sjúklega mjúkt og næs. Og svo bara svona fallegu kaðall niður eftir því miðju. Og þegar þú ert með bara gráan, þá alltaf bara garðaprjón og svo svona áferðarprjón þegar þú ert að blanda litunum saman. Og svo fellur af með lit A. Ef þannig stendur á, en þú veist, ég sá alveg fyrir mig fullt af möguleikum, þú veist, það að þetta fara bara í pjúra svona mínihespur afganga og vera þá kannski með þessi móher sem bara alltaf sama litin eða bara eitt sama litin og vera að blanda alls konar afgangum í þetta. Og kaðallinn, ég þurfti nú alltaf að hafa hann svona til hliðsjónar, hann var samt mjög einfaldur og leið og maður svona kom að miðjunni og sá að, þú veist, þá bara leit ég á blaðið og sá strax, já það þetta núna. Og það var svona, í sumum pörtum af honum, þá var alveg hægt að lesa hvað átti að gera næst. Þannig að ég mæli með að þið fylgist með þessu þegar þetta kemur út og eins og ég segi, þetta var mjög fljótgert og sjúklega kósí fyrir veturinn að hafa eitt svona hálft kíló hálsinn. Þannig að þá eru þessi klár búin og ég var náttúrulega ekki, þetta var ekki orðin góð hugmynd eins og þetta stykki þegar við tölum saman síðast. En svo ég jafnvel að spá í að nota afganginn af garninu
og gera svona dúska, en samt bara á endana, ekki á miðjuna, af því að það er það sítt að framan að það er það bara á villsum stað. Og einhvern veginn ekki nógu mikill oddur í miðjunni, af því að svo rúnaði eftir kaðalinn, en það getur verið gaman að vera með á svona sikkurum endanum, smá svona eitthvað flip. Af því það er ekki eins og ég ekki nógu afgangum í alls konar afgangaverkefni þangað til að ég bara get ekki prjónað meira sökum aldurs og þið. Síðan ekki svona fallega gjöf. Mér er búið að reyma að eignast svona, og þetta er sem sagt taska sem að Joji Locatelli og Stephen West gerðu saman. Þetta er samstarf þeirra á milli. Þannig að þetta er argentískt gæða gúrmei leður hérna og lyktin alveg. Ég fer bara svona 44 ára eftir í tíman. Ég var 6 ára þegar ég fór í fyrsta skipti til Spánar og ég var svona eins og ólétt kona með cravings. Það mátti ekki labba fram hjá leðurverslun sem var nóg af þar allavega þá. Að þá var ég bara, mér finnst þetta og bensín bara besta lykt í heimi. Svona er ég nú skrítin. En ég fekk þessa dásemdagjöf og bara vissi ekki eiginlega alveg hvernig ég átti að vera, sko, því að, já, bara meiri áttar. Og því fylgdi alveg dásemdar heimsókn líka með, þannig að ég átti alveg geggjaðan laugardag hérna. Prjóna laugardag og svo ég tala um verkefnið. Nú voru komin í verk í vinnslu og þetta er svona hálfklár. Ég er búin með annan sokkinn í Prairie Socks eftir K.F. Jones í Bakery Bears sem ég er að gera bara algjörlega eftir hennar leiðbeiningum. Ég ætla bara að þvoða báða í einu og þetta er sem sagt fyrri gaurinn, alltaf þetta sama bögg hérna öðru megin. Það lítur alltaf voða vel út annar hliðinni og svo minna vel út á hinni, en ég geri nú ekkert ráð fyrir að fólk sé ofan í skónum hjá manni eða þú veist ofan í hælnum hjá manni að sjá hvernig þetta lítur út, en þetta pirrar suma en ekki mig. Þetta er bara sokkur, bara fallegu sokkur. Úr geggjuðu Merino jakk. Ég var ekki með miðan síðast, ég var að segja ykkur þetta. Þetta er Regia Premium. Ég fekk þetta í litlu prjónabúðinni hjá henni Döggu fyrir löngu síðan. Bara liturinn sjúllaður, hann er svona sprengdur af því að jakki er grátt. Og þetta er sérst 58% Merino ull og 28% polyamid og 14% jakk. Og þetta er litur 07518 og ég er með 2,25 af vel beigluðum prjón. Það er átök. Ég þarf að fara niður í skúr og rétta þetta af því ég er búin með sokkin. En ég er aðeins komin að stað með seinni sokkin. Ég er komin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ég er hálnuð með munstrið áður en ég byrja á hælnum. Þannig að þetta mjakast áfram og á meðan þetta er að mjakast áfram þá fær þetta eiga heima hérna í þessari dásamlega fallegu tösku. Ég bara, já, takk, þú veist, hver þú ert. Þannig að hér fá þessi fallegu sokkar að vera í þessari fallegu tösku og framvegis verði ég bara að vera með svona pentsjal eða húfur eða sokka í gangi bara alltaf, til þess að geta alltaf verið með þessa tösku í gangi. Herði, ég gleymd að segja ykkur hvað sjalið hennar mínu heitir. Það er Snuggly Wuggly Shawl. Og það er komið hann að hashtag inn á Instagram sem að
ég og ein önnur held ég sé ekki fleiri komnar í gang með að nota það, en þetta Snuggly Wuggly eftir Mínu Philip með 2 p.m. Nú, þetta er verkvinnslu. Síðan er ég alltaf núna að tæta upp heklaða teppið af því að það er nú aðeins fara að kólna og mér finnst næs að vinna aðeins í þessu og ég fór á afsakið, fór allt inn á hliðina. Ég fór í gær og mældi hvað ég væri komin langt með þetta á rúminu og ég bara ekki búin með nema 1/4. Þetta sem sagt eru næstuð í 100 umferðir sem eru komnar. Þannig að ég ætla að enda í 400 umferðin. Þannig næri það líka vel niður til fóta. Verður alveg vel þungt og djúsi. Og ég hugsa að ég þoði það nú ekki nema ég komist eitthvað staðar í baðkar með það. Gæti náttúrulega þegið út í skúr í kælipottinu mínum í tækifæri. Þegar að því kemur. En það sem ég svo sem er nýbúin að gera, ég var að rekja upp eitt svona teppi sem ég var með bara svona sem puntuteppi á hjónarúminu en langaði að nýta það bara í þetta. Og líka annað teppi til sem ég er að verða búin að vinna upp hérna. Og ég er náttúrulega þegar ég var búin að vinda það upp og breyta því í hespur og þá þoði ég allt það gat. Þannig að það er allt svo sem hreint. En ég ætla að sýna ykkur hérna að ganni. Þetta teppi sem ég rakti upp er heila nánast bara, það er ein hespa eftir af eldra teppinu í þessu, annars er þetta allt hitt teppið. Tróðfull karfa. Ég er ekkert endilega viss um að þetta sé nóg. En það er nóg til af afgangum og litlum hespum. Og það er eins og alltaf held hvítum með á 6 mm heklunál. Og þá mildar þetta svona, það blandast einhvern veginn allt betur. Það verður ekkert svona eitthvað æpandi sem sker sig úr. Þannig að þetta er alveg svolítið heavy. En þá kemur þessi karfa úr freystingabúðinni vel á Selfossi. Hún kemur sér vel. Síðan, ég man ekki hvað það fann tala eitthvað Nei, síðan ákvað ég að fytja upp á annarri eftir hann á Telmu og það er númer 161. Og hún lítur svona út. Ermarnar svo truflaðar á henni. Og þetta er svona uppskrift eins og hin maður bara, ég veit ekki, þú veist, það er alltaf sagt, lestu uppskriftinum til enda áður en bla bla. En ég gerði það til dæmis ekki með hina. Ég lét hana bara svolítið leiða mig áfram og skoðaði myndirnar ef ég var ekki viss. Bara fór að hashtagja á Instagram og svona af því að það er alltaf pínu challenge að byrja að prjóna eftir nýjan höfund, sérstaklega eitthvað svona sem er ekki alveg blátt áfram. En ég er sérst búin að fytja upp á kraganum og ég er strax búin að ákveða að gera ekki alveg eins og uppskriftin segir. Ég ætla að hafa kragan tvöfaldan bara til þess að fá aðeins meiri styrk í hálsmálið. Og ég er að nota Isabellu by Permin og þetta er litur 889101 og það eru 50 grömm og 220 metrar. Það er hérna fingering gróleiki en ég er að prjóna þetta samt sko
Já, ég að prjóna þetta á, stroffið á 3,5 og bólurinn verður á 4 og ég ætla að nota hérna Drops Charisma í eldingarnar á ermunum. Ég held að séu samt alveg 2 aðra tillögur að munstri á ermunum en mér fannst þetta eldingadót svo flott. Þannig að ég ætla bara að prófa þetta saman, sjá hvað gerist. Og þetta svona, já, fer ég vonandi að fara að grípa í. Síðan var ég að spá í, að ég ætla nú að fara að byrja að hella mér í jólasokkaprjónið aftur. Hann lá þessi taska hérna ofan á því. Hvað er þetta? Þetta er hérna heklaða bolero dótið hérna sem ég er að gera. Ég var bara búin að gleyma því. Þannig að nú get ég fara að hérna, ég get vippað því inn í stofu og gripið aðeins í það. Vonandi bara að fara að klára það. Og síðan á ég hérna ennþá tilbúna á prjóni 2 pör af jólasokkum. Og þegar ég er búin með þá bara set ég fleiri upp á prjón og held áfram með það. Þannig að hérna, já, svo þetta er náttúrulega bara, svo er alltaf hérna 2 önnur teppi í vinnslu. Búin að sanka að mér í 3. teppið. Mögulega 4. Það er eins og, hérna, ég er alltaf að segja, maður er alltaf að brasi að gera alltaf þessi teppi, en það er bara eitthvað við það. Og G.F. Jones, hún er svona sokkaprjónari og teppaprjónari og heklari. En ég meina, þú veist, það er þá bara kósí út allt hús. Það er þá bara hægt að, þú veist, fleygja yfir svo út allt. Og svo á ég systur sem gerir geðveikslega fallegt útihústeppi og það er aðeins að þeim þarna. Ég á 2 hekluð dúlluteppi eftir föðurömmu mína sem er náttúrulega bara eiginlega orðið svona má helst ekki fikta í. Af því þau eru bara núna orðin svolítið mikið svona viðkvæm og bara eitthvað sem ég vil halda sérstaklega upp á. Þannig að, en þú veist, teppi geta líka bara verið fallega til þess að hlífa möblum og ég til dæmis með eitt teppi eftir Stephen, hann að Starflake teppið, með það á öðrum endanum á sófanum og svona hekla afgangateppi á mínum enda á sófanum og ef það kemur hrollur í mann þá bara kippir maður því yfir sig, en þetta er svona meira til þess að bæði til þess að punta og hlífir þá sófanum líka. Þannig, já, ég ætla ekki að vera eitthvað að láta það stoppa mig að eiga mikið af teppum. Svo getur maður alltaf bara gefið þetta á allt mögulegt. Nú, afsaki, þetta er sem sagt líka það sem er á döfinni. Það er bara að fara í þessi verkefni sem ég er með í vinnslu og að finna uppskrift af dressi fyrir Valdísi litlu sem að mömmun langar í afmælisgjöf á hana. Ég þarf að fara að finna það til. Nú, og það er ekkert í pókanum að þessu sinni. Mögulega kannski eitthvað á leiðinni samt, ég segi það ekki. Svona, næst þegar ég verð með þátt, þá er ég orðin bara 50 og af því tilefni ætla ég að tína saman hérna aðeins í póka og hérna leyfa ykkur líka að njóta góðs af því. Aðeins að setja ykkur á pásu og sækja þetta. En það er sem sagt, hrynur þetta út allt hérna hjá mér. Það er taska eftir Yours Truly og það eru hérna einn sokkasnákur með 64 lykkjum og þetta eru 87 grömm og 520 umferðir.
Og það dugir alveg í 2 pör. Þú veist, annað par þá kannski með lægri fót, legg. Og þú veist, ég nota til dæmis 260 umferðir í par á mig. Nei, 240 meira segja, 120 í sokkinn. Og það bara hægt að gera stróf og hæl og tá úr einhverjum öðrum lit með. Og ég læt þessar upplýsingar fylgja með þessi lykkju fjöldi og það og og hvaða gatn í þessu. Þetta svona light fingering. Og þetta handlita eftir mig, eins og áður sagði. Síðan ég með meira ég með 4 svona hespur af Söru by Permin sem ég litaði líka. Ótrúlega fallegur blár litur og það svona líf í honum. Hann svolítið yfirlýstur á skjánum. Hann ekki alveg svona svakalega blár en óbúslega fallega blár. Og já, og taska. Þannig að ef að þú vilt eignast þetta, þá bara setur eitthvað fallegt fyrir neðan. Sting upplýsingamiðanum af sokkasnáknum inn í snákinn. Og og svo bara dreg ég úr því í næsta þætti sem ég gerir ráð fyrir að verði daginn eftir afmælið mitt. Kemur ljós hversu uppgefin maður verður þegar maður er svona meðaldra. Þannig að já, þá held ég að þetta sé bara komið í bili. Þið bara verið duglega að kasta á mig kveðju fyrir neðan þetta vídeó og hafið alveg bara séns á að komast í pottinn þangað til að ég tek upp næst sem að öllum líkindum verður 4. október. En þangað til þá bara óska ykkur góðra og gleðilegra handavinnu vikna og við sjáumst síðar. Takk og bless.